Garðaröll unnið í samstarfi við Hveragerðisbær, Skyrgerðin, Hótel Örk og Kjörís. Hveragerði blómabærinn með stóru bjegi. Garðyrkjustöðvarnar, gróðurinn, fallegir garðar og blómabeð á opinberum vettvangi vekja eftirtekt. Í þessum öðrum þætti af 4 Garðarölls í Hveragerði kynnust við 2 verðlaunagörðum og ræðum einnig við formann umhverfisnefndar bæjarins. Hún segir okkur frá því að áhuga fólk listigarðið Fossflöt sem í hjarta bæjarins undirbúi stofnun hóps með það að markmiði að almenningsgarðurinn vaxi og dafni öllum til hagsbóta og yndisauka. En við skulum ekki bíða boðana, heimsækjum fyrsta garðinn. Þetta Heiðmörk 31 og hérna búa þau Ingibjörg Sigmundsdóttir og Hreinn Kristófersson. Þau áttu og ráku garðyrkjustöð Ingibjargar sem við hliðina á íbúðarhúsinu. Garður þeirra Ingibjargar og Hreins var því oft á tíðum notaður sem sýningargarður í tengslum við sölu plantna. Við settumst fyrst niður með Ingibjörgu og spurðum einkenni garðsins. Ég held að megi segja að einkenni þennan garð svona tegundafjöldi. Þetta ég hef nú ekki talið þar, örugglega 400 tegundir í þessum garði. Það eru fjöldamargar allavega. En hér liggja þínar rætur? Ég fæddu uppalinn bara í þessu húsi hér. Þannig að hér hef ég búið nánast alla mína tíð. Hefur garðurinn tekið miklum breytingum í áranna rás? Já. Og það bara eðlilegt. Það eiga allir garðar bara að rótera svolítið. Tré vaxa úr sér og það þarf að fjarlægja gömul tré og limgerði og setja nýtt. Þannig að það er ekki margar plöntur hér sem voru í mínum uppvexti. En það er þó hægt að finna þær, sko. Er búið að fella mörg tré? Já, og við feldum 2 stór núna í vor. Það verður svo mikið skuggi af þessum trjám og við erum komið með limgerði hérna fyrir framan sem alveg heldur svona rammar inn garðinn, þannig að við getum alveg farið að fella þessi stóru tré. Ingibjörg segir að skjólið sé nauðsynlegt að ógleymdri blessaðri sólinni og ekki stendur á svarinu þegar Ingibjörg spurð hvort þau séu mikið í garðinum. Já, við erum mjög mikið í garðinum. Mér finnst ég eiginlega ekki vöknu fyrir ég búin að ganga hringum garðinn. Bara svona að sjá hvað hefur breyst frá því deginum áður og bjóða góðan daginn. En svona, hver árstíð hún sjálfsagt einstök og það jafnvel hver vika hjá þér? Hver vika, já, það er alveg rétt. Til dæmis tréð sem við sitjum undir núna, bara fyrir 3 vikum síðan var það heiðgult algjörlega. Núna er það bara búið að fella blómin og þá tekur bara eitthvað annað við. En júní er til dæmis sá mánuður sem tré blómstra sem mest og eru fallegust, finnst mér sko. En ég bara vegna nálægðarinnar við garðyrkjustöðina sem að þið áttuð og rákuð, það þá nokkuð svona sölugarður? Getum við líka horft á þannig? Já, það er eiginlega hægt að gera það vegna þess að við plöntuðum í garðinn, plöntum sem við vorum að athuga hvort að lifðu hér á Íslandi, þyldu íslenskt veðurfar, þannig að í þessum garði eru þess vegna mjög margar tegundir. Eins þegar við vorum að selja fólki tré sem voru náttúrulega kannski bara 20, 30, 40 centimetrar, fólki þurfti að sjá hvernig þau væru stór. Þannig að oft og iðulega labbaði ég með fólk hingað inn í garð bara til að sýna þeim hvernig trén yrðu seinna meir, líka til að passa að fólk plantaði ekki of þétt og svona, að gefa þessum plöntum bara pláss. Því að þessi litlu verða ofta mjög stórum trjám. Þannig að þið eru búin að reyna ýmislegt fyrir ykkur hérna í garðinum í gegnum tíðina? Já, sumt gekk bara alls ekki, en annað svona glimrandi að það fór í sölu þá áfram. Ráðlegurðu fólki að prófa eitthvað nýtt, prófa sig áfram og gera jáfnvel mistökin? Bara endilega, þú lærir mest á mistökunum sko. Og svo oft þannig að maður þarf að færa plönturnar og færa þau þá á réttum tíma, annaðhvort snemma vors eða á haustinn. Maður þarf oft að færa plöntur vegna þess að þær eru
þær eru bara hent ekki á þessum stað eða öðrum, þurfa meiri birtu eða meiri skjól. En hérna fyrir aftan þig, þá eru stórar drekaliljur, þær lifa ekki af veturinn hérna eða hvað? Ekki úti. Þetta eru suðrænar plöntur sko, en þær setja ég bara í potta og svo trilla ég þeim inn þegar að bara haustar á hana fristir, það þoli ekki frost. Og ég er svo heppin að eiga horn hjá þeim sem keyptu af mér garðyrkjustöðina. Ég hef fengið að setja þar inn. Þetta er orðið svo stórt að það verður að hafa alveg gróðurhúsundur þetta. En þið hafa nú fylgst vel með svona í gegnum tíða. Eru tískusveiflur í garðræktinni? Já, það eru tískusveiflur, aðallega í blómunum og ég lít á blómum. Og það fer bara eftir fagtískunni. Þetta er svo skrítið. Þannig að það þarf að fylgjast með þessu öllu? Já, maður verður að vita hvað Calvin Klein og allir þessir er að koma með næsta sumar sko, því að það vil til að þetta er kynnt í vild á haustin, þannig að maður getur pantað fræ eftir sumartískunni sko. Ingibjörg segir mistök góða kennslu í fræðunum. Kveðjum Ingibjörgu stund og heimsækjum hrein. Gamlir, vel uppgerðir bílar vekja athygli. Afdrep hreins er með öðrum orðum oft á tíðum í bílskúrnum. Það er svona afdrep sem að gott er að leita til og auðvitað fer maður í garðinn og líka. En þetta er svona áhugamál líka sem að mér finnst bara passa vel við gamli bílar og garðar. Mér finnst þetta passa vel við saman. Og eru þá gamlu bílarnir, eru þeir teknir svona út á góðviðris dögum og þeir eru með sýningar, þeir eru sína garðinn og svona? Já, yfirleitt setja hann út ef það er sól og blíða og bara fínt að hafa hann úti og þarf að viðra hann. Já. En þessi bíl, þetta er nú væntanlega svona djásnið Chevrolet. Já, það er svo misjafnar skoðunir á því, en mér finnst það. Já. Þetta er mín skoðun að þetta sé einn af djásnum Chevrolet. Þú sýndir mér það nú áðan að væri gaman að sýna áhorfendum ef þú ferð með bílinn á bensinstöðina og biður að fylla. Það getur verið svolítið erfitt. Já, menn hafa gengið í hring og snúið sér við og reynt að finna bensínlokið. Já. En bensínlokið, það er sem sagt hérna. Já, það er bara þarna. Snúa þessu hérna? Já. Þú bara opna ljósið og... Já, hérna. Já. En Citronin gamli sem er hérna upp frá. Já. Hann er merktur garðyrkjustöðin og hann hefur verið notaður í businessin. Já, hann var svona meira auglýsing og stóð yfir fyrir framann skálan meðan við rákum það stöðina en svo var það nú bara liðin tíð. Förum þessu næst bak við hús eins og það er kallað. Það er að segja svæðið sem aðskilur íbúðarhúsið frá garðyrkjustöðinni. Veggurinn er þakinn sígrænum plöntum. Í beðunum eru líklega 250 plöntur og 80 tegundir. Og auðvitað mun ég þurfa að fækka þeim eitthvað og ég þarf að vera mjög duglega að klippa til þess að leyfa hverri plöntu að njóta sín. En þetta var ofsalega skemmtilegt að búa þetta til þetta beð, sko. En ykkur hefur ekki dottið í huga að fara bara einföldu leiðin að gera bara vegg hérna á milli? Jú, það kom upp svo hugmynd, en það bara hentaði okkur ekki. Nei. Ekki, og auk þess sem að, sko, það voru svo margar tegundir sem ég langaði til þess að eiga og vera með, að þetta var lausnin á því vandamáli mínu. En hvað með vökvun, er hún mismunandi eftir tegundum eða? Jú, auðvitað þurfa þær mismikið mikla vökvun en sko hinga til hefur hann í efra séðum að vökva fyrir okkur en í sumar þá höfum við þurft að vera með 2 slöngur í gangi í garðinum bara nánast annað hvern dag. Þannig að maður fer ekkert í burtu frá svona garði þegar svona gott veður er. En það hlýtur að vera gaman svona á veturna að hafa svona sígrænt svona langt hérna eftir. Já, þetta er náttúrulega eins og ég segi. Ef maður setur töluvert af sígrænu í garðinn, þá er maður komið svolítið vetrargarð. Og mér finnst það skipta svolítið máli. Bara fyrir alla. Að vera með svona svolítið grænt í kringu sig alltaf.
allt árið kring. En auðvitað stundum erfiðar að eiga við það, sérstaklega á harðbýlum stöðum, að vera með sígaret. Það þarf skjól og sjávarseltan fer oft illa með sígaret. En það bara að gera að koma sér upp skjóli og bara pröfa sig áfram. Þetta allt hægt. Og leyfa sér jafnvel bara að gera mistökin. Já, þetta allt hægt. Þetta til dæmis eins og hérna, þessi hér. Hún hérna, þetta nú bara venjulegu síbrus. Sem að fólk nú mikið með bara inni hjá sér? Nei, það með þetta bara í pottum fyrir utan hús hjá sér. Bara í pottum. En ef þú setur þetta ofan í beð, þá fær það sem sagt raka allan ársins hring, það fær snjóinn líka sko, raka úr snjónum. Þannig að ef þetta í beði, þá bara stekkar þetta og dafnar. Þannig að þetta alveg hægt að halda þessu lífandi. Þessi köngul sem hérna, hvað þetta fyrir nokkuð? Þetta hérna? Já. Þetta nefnilega svolítið skemmtilegt og kemur stundum. Þetta eðalþynnur og það kemur þetta stærða köngul og hann upp í loft sko. Hann hangir ekki eins og á greni og öðru. Þetta rosalega falleg. Já. Þetta sést nú ekki víða? Nei, þetta sést ekki víða. Þetta yndislegt. En við bara hérna í Garðaröldu, við bara segjum bara takk fyrir okkur. Já, takk fyrir komuna. Garðaröll unnið í samstarfi við Hveragerðisbær, Skýrgerðin, Hótel Örk og Gjörís. Garðaröll unnið í samstarfi við Hveragerðisbær, Skýrgerðin, Hótel Örk og Gjörís. Áfram höldum við að skoða fallega garða í Hveragerði og víst að nóg af þeim hérna. Hveragerði afar snyrtilegu bær, litskrúðug blómabeð eru áberandi og krakkarnir í unglingaskólanum læra að setja niður blóm. Úr lofti sést vel hversu skógi vaxi bærinn í raun og veru. Áður en við heimsækjum næsta garð skulum við ræða við formann umhverfisnefndar Hveragerðisbæjar, Bryndísi Eir Þorsteinsdóttur. Hún segir að bæjarbúar hafi almennt mikinn áhuga á garðrækt. Já, ég myndi segja það allavega inn í Hveragerði. Við erum hérna mikli garðálfar og okkur svolítið svona unað að hafa fallegt í kringum okkur. Ég held að það sé svona, hér náttúrulega ábærslega fallegt umhverfi og við þurfum alltaf aðeins að bæta í og gera fallegt í kringum okkur. Það svona nummer 1, 2, 3 kannski í okkur. Þegar formaður umhverfisnefndar fer út í búð að versla til dæmis, almenningur, talar hann við þig til dæmis það sem betur má fara og það sem vel gert náttúrulega líka? Já, alveg og ég fæ alveg oft sendar myndir slæmar og góðar og ábendingar ýmsa staði og svoleiðis sem bara frábært. Að við bara hjálpumst að með þetta og þetta getur ekki verið alltaf einni manneskju. Og jú, ég fæ líka alls konar hvað þetta og alls konar svona, þannig að þetta bara mjög svona lifandi og skemmtilegt starf sem ég í. Þú ert sjálf blómaskreytingakona. Eftir að þú fórst svona að vasast í þessu, sem sagt í umhverfismálunum hjá bænum, sérðu bæinn með svona öðrum augum? Já, ég myndi segja það. Mér náttúrulega alltaf fundist Hveragerði óbúslega fallegu bær og allt það, en þegar maður fer svona kannski að rýna betur í hlutina, þá fer maður kannski svona að sjá hluti sem mætti kannski betur fara og þá bara gerum við okkar besta í að kippa því í liðinn til þess að hafa fallegt umhverfi kringum okkur. Já, ég myndi segja það. Við erum stödd hérna núna í listigarðinum Fosshóli. Svona nýjasta nýtt hjá ykkur að það að verða til svona hópur, svona vinir listigarðsins. Já, það alveg nýtt á nálinu og ég alveg að segja uppljóstra smá leyndamáli kannski, en það alltaf leið. Við erum að fara að starta hóp hérna í Hveragerði, svona sjálfboðaliða hóp og þetta varð eiginlega til út frá hátíðin okkar Blóm í bæ sem var hérna í júní. Og þá kom hingað hópur sjálfboðaliða, bara Hveragerðinga, í listagarðinn og gerði listagarðinn bara ótrúlega fallegan á nokkrum klukktímum.
Og út frá því þá fórum við að hugsa bara svona við viljum, þetta er ofsalega fallegt svæði, en við viljum gera hann ennþá fallegri og gera hann svona kannski þannig að fólk nota hann meira. Þannig að núna með haustmánuðunum ætlum við að starta þessu og fara í þetta verkefni og við erum búin að fá svolítið að bara okkar fólki, svona garðyrkjufólki hérna í Hveragerði sem ætla að vinna að þessu og svo ætlum við bara að hófa saman fólki og við ætlum bara að gera þennan garð ennþá fallegri og það er svona okkar markmið og þetta er svona langtíma líka. Við ætlum að byrja í haust og sjáum kannski fyrir okkur að gera þetta kannski svona 2-3 ári hittast og með allir eru með og bara allir sem geta vettlingi valdum. Þannig að þetta verður bara spennandi. Já, þetta er spennandi, en við ætlum ekki að trufla þig lengur heldur bara að fara bara að kíkja í næsta garð. Já, takk fyrir mig. Þetta er húsið við Kambarhraun 11 og hérna búa hjónin Kristín Ólafsdóttir og Kristján Jónsson. Garður þeirra, sem er 10 ára gamall, hefur hlotið verðlaun bæjarins. Þegar þau Kristín og Kristján voru að byrja að móta garðinn var framtíðarútlitið ekki fullmótað. Þetta bara gerðist. Það er ekki engar teikningar sem liggja á baki þessu eða neitt svoleiðis. En á hverju byrjuðu þið þá? Skjólkirringunum og svo trén og beð. Það er svona fyrsta að það er að búa til skjól sem er mikilvægt. Það er mjög mikilvægt. Grjótbeltin vekja athygli. Já, þetta er búið að vera smá handleggur að gera þetta en það hefur nú meira legið á Kristjáni að safna grjóti og koma því fyrir. Ég ímynda mér að þú sést nú bara að fara nokkra ferðirnar eftir grjóti eða hvað, Kristján? Nokkuð margar. En ég var að vinna í Reykjavík og kom svo við á Hellisheiðinni og leiðinni heim og týndi saman grjótið. Þannig að það var alltaf svona grjót í skottinu? Nei, og með kerru. Já. En hvernig stóð á því að þið völdu þetta, að vera með svona mikið grjóti í garðinum? Þetta er svolítið náttúrulegt. Já. Við svolítið leitum í ræturnar í sveitinni. Leituðu þið ráða í upphafi? Nei. Við höfum aldrei gert það. Ekki nema kannski aðeins með val og trjám, svona hvað hérna er gott að fá þess að lifa hérna. En hérna öðru leiti þá er þetta bara það sem okkur hefur dottið í hug. En það eru ekki bara grjóthleðslurnar sem eru áberandi, gömul landbúnaðartæki vekja athygli þeirra sem skoða garðinn í Kambarhrauninu. Já, við komum bæði úr sveit og einhverju hluta vegna og verður það sótt að okkur. Og helst ef við fyndum nógu ryðgað og ljótt. En svona í tímas rás hefur garðurinn tekið miklum breytingum, beðum hefur líklega fjölgað með árunum eða ekki? Jú, þeim hefur nú fjölgað aðeins en hérna, ég segi nú alltaf ekki meira þetta árið. Nei. En það kemur alltaf eitthvað aðeins til viðbótar. Hvaðan fáið þið plönturnar sem að þið eru með? Það er nú komið víða að. Úr görðum. Við þekkjum mikið af góðu fólki sem er að grisja og á stóra og mikla garða. Þannig að við höfum bara verið lánsum að fá mikið þaðan. Svo fær hann að kaupa svona stöku plöntu og plöntu. Vortíminn er í uppáhaldi hjá Kristjáni. Þá er bara allt að lifna við. Svo heldur maður sumt sér dautt og kom ekki upp. En svo kemur það alltaf. Hvað segir þú, Kristín? Hvenær er þinn uppáhaldstími? Já, júní er mjög skemmtilegu tími. Þá er mikið í blóma og hérna, já, uppáhaldsplönturnar. Þannig að, en samt sem áður þá eru bara allir mánuðirnir heillandi líka því að það, eins og við vorum að tala um, það er alltaf eitthvað í gangi. Já. Hafið þið prófað ykkur mikið áfram? Já, sumt lifir bara ekki hjá okkur og þá bara tekum maður því. Og næri ég eitthvað annað. Já, þá bara reynum maður að pröfa eitthvað nýtt. Já. Þannig að það er allt í lagi að gera mistök? Já. Já. Það sjálfsögðu. Stundum getur það verið dýrt. Þið eru með gróðurhús hérna bakvið, þannig að þið eru að rækta svolítið. Já. Ég rækta sumarblómin og svoleiðis. Tek svona 1 og 1 fjölörsblóm. Hvað hefur það gefið ykkur að eiga svona fallegan garð?
Það gefur okkur heilmikið. Já, það oft fólk hérna á götunni og þeim langar að koma inn. Gaman að setjast út á morgnana með kaffibollan og horfa yfir. Já, það notalegt að setjast út á morgnana með kaffibollan og njóta gróðursins í garðinum. Kristín og Kristján eru með nokkur eplatré í bakgarðinum og umhirðan á Kristjáns könnu. Þau eru enn 7-8. Já. Hvað kom til? Áhinn. Já. En eplatrénu, þau þurfa, ef það ekki fyrst og fremst, þá þurfa þau skjól eða hvað? Mikið. Og góða skýlingu og góð klipping á vorin. Eða vetri til. Og hvernig hefur gengið? Þetta hefur gengið ágætlega. Nema núna var vorið kalt og þetta gefur ekki mikið epli núna. Nei. En þetta eru, nokkra tegundir af yrkjum eða hvað? Já, þetta er allt saman sikkur tegundin. Hvernig stendur á því? Þeir segja að það eigi að gefa sem mestan uppgirna. Og ég hef mjög góðan ráðgjafa í eplarættinni. Er það áhugamál að rækta eplatré? Já. En svo ertu með hérna inni í gróðurhúsinu, þá ertu svona með sprota líka þannig að þú ert svona að prófa þið svolítið áfram greinilega. Já, ég kom hérna upp að Heklu í mikla eplaræktaraðu frá og hann fór að segja mér ég ætti að koma fyrir eplarótum sem ég ætti ekki að grætt ofan á eftir svona 23 ár. Og það getur vel verið pröfið það. Þannig að ef að þú ferð einhver ráðið hérna í garðinu og þá viltu helst svona hafa sem flest eplatrén í framtíðinni. Þetta er alveg nóg. En þetta er svona smá kunst að vera með eplatrén. Það er gaman að því. Og þetta er svona ákveðin kunst að geta látið þetta lifa hérna. En þau vonandi lifa hérna góðu lífi, eða ekki? Jú, mér sýnist það. Ja. Kristín sér grænmetið og kryddplönturnar. Höldum þangað. Hérna er gaman að vera. Já. Afskaplega notalegt. Ég þekki salvíuna minnst á kosti. Já, og rósmarinn við hliðina þar. Og svo er þetta svona alls konar tegundir sem ég eiginlega kann ekki að nefna. En gaman að prófa. En þú veist hvort að þetta er gott í matagerðinu eða ekki? Þetta er allt gott í matagerð. Já. Bara með réttum hráefnum. Já, og ferðu þá bara hérna sem sagt bakvið þegar þú ert að matreiða og nærði? Já, það er bara svoleiðis. Það náttúrulega alveg hreint frábært að hafa þannig aðstöðu. Já, beint úr garðinu, það er ekki, gerist ekki ferskara. Nei. Eigum við svo að fara hérna í næst og skoða hérna fyrir neða? Já, þetta eru líka kryddjurtir og síðan erum við með salatu hérna og svo kemur hérna grænkál sem er mikið notað á heimilinu. Já. En það er náttúrulega alveg stútfulla af vítamínum og bragð gott líka. Já. Þannig að hérna, þetta er alveg æðislegt að eiga mikið af þessu. Já. Og hérna getur þú bara farið alveg þegar... Já, það er bara alltaf farið hérna út og náðið í salat með matnum. Já. Og brýta niður. Já. Þannig að það gerist ekki ferskara. Já. En hvað með svona umhirðuna, það er væntanlega svolítið svona misjafnt hvað þær þurfa til þess mikla vökvun og svo framvegis? Já, mín reynsla er nú allavega svo að hérna grænkáli og salati það þarf svona meira heldur en þessar seinsbrotnu tegundir. Já. Þannig að hérna, já, það þarf bara að vera með puttan á púlsinum í þessu. Já. Þarftu eitthvað til dæmis að hvíla moldina milli ára og skipta eitthvað? Við skiptum frekar. Af því að við erum náttúrulega ekki með mikið pláss fyrir grænmetisræktun, að við getum ekki hvílt eins og hérna garðyrkjubændur gera. Þannig að við bara skiptum með mold í kössunum. Já. Og það er mjög þægilegt að rækta í svona kössum þetta, þá er maður ekki alveg niður í jörðinni. Nei, það er gott að lyfta þessu upp. Já, það er það. Já. En þú ert bara með þetta alveg bara hérna við hendina bara alltaf. Já. Þetta er óalega notalegt. Já. En þitt svona uppáhald? Í grænmetinu? Já. Já, grænkál. Já. Og hnúðkál. Já, þú ert með hnúðkáli hérna á endanum bara, það er svona styst að ná í það. Já, ég get hlaupið þetta í því sko, á einni mínútu. Já, en svo eru þið með kartöflur væntanlega hérna einhvers staðar sá ég hérna bakvið? Já, það er hérna hinum megin við og kál meira. Þannig að þið eru sjálfum ykkur nóg? Já, nei, kannski ekki alveg, en það fer náttúrulega svolítið eftir hvað kemur upp á garðinum. Það kemur ekki allt sem maður vill. Nei.
að hérna er misstórt og svona og gengur missvel að spretta. En já, við kaupum alltaf eitthvað líka. Og það bara gaman, eða ekki? Það náttúrulega bragðbest sem að rækta sjálfur. Þannig að það er miklu betra. Hérna setjum við punktinn að sinni. Í næsta þætti, 3. af 4, höldum við áfram að skoða fallega og eftirtektarverða garða í blómabænum Hveragerði. Garðaröll er unnið í samstarfi við Hveragerðisbær, Skyrgerðin, Hótel Örk og Kjörís.